Það ótrúlega mikilvægt að grípa snemma inn í. Þau erfitt með einhvern framburð eða málþroskan og það svo ótrúlega gaman þegar að maður getur haft einhver áhrif sem mjög oft. Maður getur margir kannski sem vissu það að inn í talmeinafræði bara allt sem tengist munni og hálsi. Það talið og svo kynging líka. Já. Hvernig við kyngjum. Það þarf oft ótrúlega lítið til að ef að fólk hefur miklar áhyggjur af börnunum sínum sem algjörlega eðlilegt, ef þau tala lítið, að áhyggjurnar fara ofta að taka yfir. Þau þurfa bara að fá svona smá leiðbeiningar, hvar þau að byrja og fá smá sjálfstraust í að þau geti gert mjög margt. Góðan daginn og velkomin í fyrsta þátt podcastsins Tröppur. Ég heiti Tinna og talmeinafræðingur. Og ég heiti Halldís og líka talmeinafræðingur. Og okkur langaði til þess að vera með podcast til þess að ræða eins fæið okkar og hvað við erum að fást við og svona fræða aðra kannski það sem við erum að fást við á hverjum degi. Sko, hugmyndin að þessu podcasti, hún alltaf búin að vera lengi svona að meldast með okkur og svo ákvaðum við bara að kýla á þetta og í dag ætlum við kannski svona í fyrsta þættinum að tala eins bara svona hvernig það að vera talmeinafræðingur og hvað leiddi okkur á þessa braut og hvernig við kynntumst og hvað okkur langar svo að tala í framtíðinni. Já, og svo vorum við líka svona spá í hvaða efni við ætlum að tala í næstu þáttum. Einmitt. Og það svo margt sem hægt að tala Til dæmis langar okkur að tala skjátíma og tunguhöft og bara almenna málörun, málþroska fyrsta árið og ég sér það í raddmeinum sem að margir vita nú ekki hvað snýst. Nei, þú ert eftir að fræða okkur mjög mikið radd, svið raddarinnar. Já, þannig að það verður sko nóg að taka en við bara ætlum að byrja á fyrsta þættinum svona á almennri kynningu. Já, og kannski byrja aðeins á byrjuninni af því að nú hlaut þetta podcast nafnið Tröppur og það vegna þess að við rekum saman fyrirtæki sem heitir Trappa. Og Trappa var til 2014, þá var ég svona dregin inn í það verkefni og Trappa sérhæfi sig í fjarþjálfun og fjartalþjálfun og við höfum verið svona leiðandi í því að veita talþjálfun á netinu og alls konar ráðgjöf á netinu. Og þú komst svo til liðs við okkur 2018. Já. Hvað varst þú þá eiginlega búin að vera að gera? Þá var ég búin að vera að læra talmeinafræði í Danmörku. Tók bæði bachelor og masterskráði þar og var búin að búa í Danmörku í 7 ár og flutti til Noregs. Þar var ég að vinna sem talmeinafræðingur í 4 ár. Áður en ég flutti til Íslands. Hvernig var ég að vinna í Noregi og Danmörku? Ég var í námi í Danmörku og vinna í Noregi og það var bara æðislegt. Þar var ég að vinna einmitt svona sérhæft sem raddtalmeinafræðingur og líka reyndar á spítalanum í Oslo með fólki sem hafa búin að fá heilablóðfall og það var allt annað en við erum að vinna með núna. En svo ákveði nú að söðla og koma til Íslands 2018 og var svo heppin að hringja í þig. Ég bara beið við síman. Já, þú kemur bara að vinna með mér og það var bara besta sem hefur komið fyrir mig, sko. Nákvæmlega sömuleiðis. Þannig að ég allavega búin að vera í Tröppu síðan 2018. Og þetta það ótrúlega gaman að vera í fjartalmeinafræðingur. Það ótrúlega gaman og það ekki allir sem að vita hvað það gaman. Nei. Þetta gerum við bara allan daginn og kannski maður fer aðeins yfir hvernig þetta virkar að vera fjartalmeinafræðingur eða fjarmeinafræðingur eins og mér finnst nú gaman að segja. Að þá eru börnin yfirleitt bara í sínum skólum eða leikskólum með einhvern fullorinn hjá sér og við erum bara í Reykjavík í Skipholti á skrifstofun okkar að leika við þau
og kenna þeim að tala og þetta er ótrúlega þægilegt. Og auðvitað líka þetta náttúrulega þjónusta sem að væri bara ekki til staðar ef að við værum ekki að sinna þessum börnum út á landi. Það vantar svo rosalega mikið talmeinafræðinga eins og flesti vita. En við náum að þjónusta ótrúlega mörg sveitafélög sem myndu annars ekki fá þessa þjónustu. Nei, allavega ekki svona reglulega. Einmitt. Og mörg sveitafélög voru búin að vera svona svelt áður en við komum til sögunar en eru núna bara á grænni grein af því þau fá svo mikla talþjálfun og mikla þjónustu. Einmitt. Já. Og við getum kannski laumað að við erum að nota Queryconnect. Já. Til þess að bara utanum alla okkar fjarfundi og skipulag. Annars svo þetta bara ekki möguleiki að því að þetta er eina forritið sem að landlæknir samþykkir í fjarþjálfun Einmitt. Á Íslandi, ekki Einmitt. bara fyrir talmeinafræðinga, heldur alla sérfræðinga. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er allt eins örugt og getur verið. En hvað kom til að þú ákvast að fara í talmeinafræðing og verða talmeinafræðingur? Já, það er ótrúlega, það er löng saga vegna þess að þetta vita nú ekki margir, en frænka mín sagði einu sinni við mig, þú veist, ég man ekki einu sinni hvenar, þú veist, það var löngu áður en ég fór í talmeinafræði. Mér finnst að þú ættir að vera talmeinafræðingur. Mér finnst það eitthvað svona sem að myndi passa við þig og ég hef bara aldrei heyrt þetta orð. Ég vissi ekki eiginlega neitt hvað talmeinafræðingar gerði. En svo bara er ég talmeinafræðingur í dag. Hún lagði á mig álög. Einmitt. En þetta var þannig að ég var að klára að BA í íslensku og átti fullt af börnum og sá þetta nám auglýst og hugsaði að ég þyrfti nú að finna mig þægilega innivinnu og þetta gæti henta með mikið af börnum og svona og fór í forkröfurnar sem eru, það er svona forkröfur hérna, ég maður alltaf að læra hérna heima og komst inn í það og þetta var fyrsta sinn sem þetta var kennt inn á Íslandi 2010 og já, bara þetta gekk einhvern veginn allt upp. Ég var hérna í þessum forkröfum og að skrifa B.ritgerðina mína barnamál í leiðinni með fullt af börnum á máltökuskeiði og hugsaði að þetta myndi, svo var ég náttúrulega búin að vera í söngnámi, við höfum eftir að tala um það. Einmitt. Og ég fann að þetta myndi sameina rosalega margt af því sem ég hafði áhuga á. Og svona alltaf tungumál, tónlist, heilbrigðstengt. Þú veist, ég hefði alveg getað orðið hjúka, þú veist, á einhverjum tímapunkti var ég að hugsa um það. Þannig að, þú veist, það meikaði eitthvað svo mikið sens að fara í þetta. Og svo gekk þetta allt upp, þú veist, ég komst þarna inn og kynntist æðislegum hópi kvenna sem við erum allar í samskiptum og sambandi í dag og það var bara ótrúlega gjöf og svo bara já, þetta er náttúrulega búið að vera grýttur vegur að vera talmeinafræðingur, þetta er svona svolítið svona umtölustjætt alltaf á einhverjum barningi. Já, það hefur örugglega ekki farið fram hjá neinum. Við erum alltaf í einhverjum barningi við sjúkratryggingar og það eru svo langi biðlistar og það er einhvern veginn, við erum náttúrulega allt of fáar, segi ég, það eru náttúrulega einhverju kallmenn en við erum með miklu meirhluta konur. Já. Erum ekki nógu mörg til að sinna og kannski ekki alveg réttar áherslur. Hvernig þetta er skipulögð, þessi já, það er kannski eitthvað sem við þurfum að taka bara sérþátt í. Já, tökum sérþátt í verkferla og svona áherslur stjórnvalda í þessum málaflokki. Já, en það var einmitt mjög fyndið hvernig ég ákvaða að vera talmeinafræðingur, ef ég má segja frá því. Já, segðu mér, ég er mjög spennt. Ég hef mikið verið í söng og sungið í kórum og verið í söngnámi og ég misti röddina þegar ég var 18 ára og bara kom ekki upp hljóði og fór til háls- og heyrnarlæknis sem sagði að ég væri með hnúta á raddböndunum og ég var alveg bara skelfingulostin, hugsaði að ég get aldrei talað eða sungið aftur og hvað er að gerast hérna og hann sagði nei, þetta er allt í lagi, þú bara ferð til talmeinafræðings sem að kennir þér að beita röddinni rétt og ég hefði aldrei heyrt talmeinafræðing, þannig var ég 18 ára og ég bara, býtu,
talmeinafræðingur og þetta hljómaði mjög svona skringilega. Þá fór ég til hennar Þóru Másdóttur sem er talmeinafræðingur og hún bara kendi mér raddbeitingu og ég bara man bara eftir fyrsta tíman, þá hugsaði ég bara, mig langar að gera þetta. Þetta er spennandi. Þannig að það var nú bara gott að ég misti röddina þarna fyrir mjög mörgum árum síðan. Þetta verður ótrúlega örlega. Já, en þarna á milli semst fór ég í sálfræði og kláraði í háskólanum og framhalsti í söng, en alltaf var þetta einhvern veginn svona í undirmeðutundinni. Svo komst ég að því þá var ekki hægt að læra talmeinafræði á Íslandi, það var ekki fyrir 2010 þegar þú byrjaði í masternum. Ég fór út 2006 og byrjaði í bíanámi í Óðinsvéum í Danmörku. Það var ótrúlega gaman að flytja til annars lands og þurfa að aðlagast öðrum menningar heimi, þó þetta sé mjög nálægt okkur svona norrænt, en það er sko meira en að segja það. Já, ég trúi því. Það var ótrúlega gaman að búa í Danmörku og Noregi. En ég meina spurningu, veist þú eitthvað af hverju þú fegst núta á raddböndin? Já, ég fekk hálsbólgu og fór að heimsækja bróður minn út í Manchester þar sem hann var í námi og ég bara ofgerði röddinni. Við vorum að fórum á barinn á kvöldin með vinum og vinkonum hans og ég talaði bara úr mér röddina og svo fannst mér þetta svolítið svona flott að vera svona hás og einhvern veginn var ekkert að hvíla mig og ég var þarna í nokkra daga. Og það er bara hægt að misþyrma röddinu svona mikið. En ég finn ekkert fyrir þessu í dag. Þau geta orðið mjög harðir, svona hnútar og þrálátir sem betur fer. Þá tókst mér að vinna á því, sko. Já, hjúkett. En ef við kannski tala hvernig við kynntumst. Já. Sko, ég man eftir þér í gegnum meina sameiginlega vinkonu okkar. Ég man að eftir að hafa hitti í barnaafmæli hjá henni. Við höfum verið bara í kringum fermingu þá. Það var Halldís að koma. Steinun. Já. Þannig að þegar ég byrjaði í MH, eða þegar þú byrjaði í MH, ég er áreldin en þú, þá myndi ég eftir þér og svona kannast eitthvað aðeins við þig. Einmitt. Þú ert minnur en ég. Ég er svona hræðilega minnug. Það er óþægilegt sko stundum hvað ég man. Einmitt. Já. Og svo, byrjum við MH og varst þú í kórnum? Já. Já. Ég var mjög stutt í kórnum. Já, var það? Því ég fór síðan í mótettkórinn. Já, bara strax. Já. Þú er búin að vera það síðan. Reyndar með einu löngu hléi. Já, þannig að við vorum saman í kórnum og svo við áttum nú ekki marga sameiginlega vini í MH. Ég held ekki á þessum punkti, en við kynntumst kannski betur þegar við vorum báðar að læra að syngja í tónlistarskólanum í Reykjavík, sem hét þá. Já, hjá Þórunni Guðmunds. Doktor Þórunni Guðmunds. Já. Og við vorum í söngtífum hjá henni og við vorum þannig séð saman í bekk hjá henni, af því að við vorum að læra hjá henni. Einmitt. Alltaf í samsöng eitthvað og settum upp óperuna Mærþöll. Heldur betur. 2006. Já, einmitt, 2006. Ég var einmitt ólétt og fekk að syngja hana ljótasta hlutverkið. Ég hef aldrei fengið að vera pæjan. Já, ég var álfadísin. Þú varst álfadís og ég var eitthvað svona kettling. Já, einmitt. En þetta var ótrúlega skemmtilegt að setja upp þessa sýningu. Þetta var æðislegt. Og kannski þess vegna sem að við kynntumst náttúrulega mjög vel þar. Já, nefnilega. Það maður verður svona rosalega intensa að vera svona margi saman í svona langan tíma. Já, nákvæmlega. Einmitt. Og bara góða minningar frá Tónó, gamla góða Tónó. En þarna voru við sérst að læra að syngja og við heldum tónleika saman líka manni. Já. Einmitt. Og varum að fulla æfa okkur að verða sópransöngunur. Við þurfum að fara að halda tónleika. Við þurfum að halda tónleika saman, ég sé það. Já, það er komið að því. Auglýsum það hérna. Já, við ætlum að halda tónleika hérna. Stay tuned. Við erum talmeinafræðingar en wannabe sopranos. Já, við viljum vera líka söngdýfur. Já, við viljum vera söngdýfur. Maður verður nefnilega að gera líka eitthvað annað en vinna, þó þessi gaman í vinnunni.
Já, maður verður að eiga sér svona eitthvað hliðar sjálf og við erum náttúrulega, þú ert náttúrulega móttökórinn eiginlega. Já, það hansi. Þú ert formaður, er það ekki, Jú. og stýrir honum. Stýrir þar öllu. Stýrir öllu sem þarf að stýra sem er ekki tónlist. Já. Eða performance, eiginlega. Já. Og ég er í kór Neskirkju og er þar eitthvað? Ég er formaður sópranana þar. Já. Ég er raddformaður. Já, maður. Já, það er sko. Það er rosa ábyrgð. Það er bara, það minna svona kóra ganga ekkert upp þegar maður sé fólk sem maður nennir að stýra einhverju. Einmitt, það er alveg rétt. Þannig að við mælum með því að vera í kór. Það er bara gott fyrir sálina. Og röddina. Röddina og líka þegar fólk syngur saman, þá hefur það svona góð áhrif. Hjartslættinir fara í svona takt. Þú fær bara svona endorfín, bara sturtu. Það er bara búið að vísindilega sanna þetta. Maður finnur það að mann líður oft mjög vel eftir kóraæfingar. Það er af því að þetta er bara ótrúlega, hefur góð áhrif á heilan og líkamann og vellíðan. Mitt. Já, maður verður að vera með eitthvað svona streitulosandi því að það er náttúrulega mjög streituvaldandi að vera talmeinafræðingur. Heldur betur. Það er að vera sjálfstæðstarfandi talmeinafræðingur er bara eins og allir vita sem eru sjálfstæðstarfandi. Þú veist, maður þarf náttúrulega að harka fyrir hverju krónu, svolítið. Og það er mjög mikil pressa að vera með langan biðlista. Þannig að manni líður eins og maður þurfi að hlaupa svolítið rætt, sko. En ég er samt svona í seinni tíð farin að, þú veist, vera svolítið kaldari gagnvart þessum biðlista og bara, sorry, ég er með laust hérna eftir 4 mánuði og þú verður bara að bíða. Þetta er maður þarf að æfa sig í að setja mörk. Maður þarf mjög mikið að æfa sig í því, sko. Einu sinni var ég alltaf bara, já, bara þið getur komið í næstu viku og bókaði mig kannski til, þú veist, 10 á kvöldin á föstudegi liggu við. Af því að, ég var svo mikið að reyna að koma öllum að strax. En það virkar ekki, sko. Nei, það kemur alltaf niður á einhverju. Já. Og gæðum þjónustunar eða maður verður sjálfur bara svo tættur að maður bara getur ekki, maður næri ekki utan neitt í vinnunni. Nei. Maður bókar svo mikið. Það er rosalega óþægilegt, sko, og bara svona ráð. En hvað er svona merkilegt við talmeinafræði? Það er bara náttúrulega ótrúlega gaman að við vinnum náttúrulega mest með börnum og þetta er ótrúlega mikilvægt að grípa snemma inn í hjá börnum sem eru með er í einhverjum vandamálum. Þannig að það getur verið bæði að þau er erfitt með einhvern framburð eða með málþroskan og það er svo ótrúlega gaman þegar að maður getur haft einhver áhrif sem er mjög oft. Einmitt. Ég er allavega þetta er mjög fjölbreytt starf og þú þarft að vera mjög góður í mannlegum samskiptum. Það ætlar að vera talmeinafræðingur. Annars verður engin árangur í meðferð. Þannig að þetta þú ert að sko gefa þig allan til þess að ná til barnsins og sem getur orðið alveg óbúslega slítandi en svo færðu kannski verðlaunin í því að þeim fer fram. Þannig að það að vera talmeinafræðingur er alveg ótrúlega skemmtilegt starf. Maður þarf bara svona kannski aðeins að passa upp á vinnuálegið sem er erfitt ef að manni finnst maður þurfa að vinna bara næstu því allt og mikið til þess að komast yfir einhverja biðlista. Mér finnst svona heillandi hvað þetta er rosalega víðfemt fag þó við séum náttúrulega sérhæfðar í börnum að þá þú ert náttúrulega sérhæfð í raddmeinum og röddinni sem við hefum eftir að tala meir síðar sem er ótrúlega spennandi og maður getur margir kannski sem vissu það að þú veist inn í talmeinafræði er bara allt sem tengist munni og hálsi þú veist það er talið og svo kynging líka. Já. Hvernig við kyngjum það er bara fólk sem að vinnur við það að
horfa á fólk kyngja og meta kyngingu. Ég vann við það út í Oslo. Þú vannst við það, einmitt. Það var ótrúlega skemmtilegt. Já. Og þegar ég þetta var fyrsta vinnan mín sem talmeinafræðingur og mér langaði svo mikið að fá vinnu sem talmeinafræðingur og mér var eiginlega alveg sama hvaða sviði ég fengi vinnu við. Já. Þannig ég var spurði í atvinnuviðtalinu og við vinnum mjög mikið með kyngingu, er það eitthvað sem þú verður áhuga á? Og ég bara laug alveg blákalt bara, já, það finnst mér mjög áhugavert og meðan ég hugsaði bara, bara ég skildi ekki hvað þetta snerist og gæti ekki ímynda mér að þetta væri eitthvað gaman að vinna við. Svo fattaði ég það að maður verður náttúrulega góður í því sem maður gerir. Nákvæmlega, og þá bara, mér fannst þetta svo skemmtilegt og áhugavert að mér fannst eiginlega smá leiðilegt síðan að þurfa að skipta vinnu og fara að gera eitthvað allt annað. En þá fattaði ég líka þegar ég fór að vinna bara við raddmein að það var líka rosalega skemmtilegt. Af því að ég var líka rosalega góð í því. Þannig að það er svolítið sem að ég held að fólk kannski átti sig ekki alveg á að maður getur sko orðið sérfræðingur í öllu ef maður gerir nóg mikið af því. Einmitt. Og maður þarf ekkit endilega að halda sig við eitt svið þó að sé náttúrulega kannski æskilegt að maður sé ekki sérfræðingur í allt og mörgu. En eins og þetta með kyngingarnar sem er unni með mikið endurhæfingu. Ef fólk fær heilablóðfall og missir stjórn og það er einhverja taugar sem hætta að virka. Það var náttúrulega bara mjög mikilvægt að sjá hvernig fólk kyngir svo að það fari engin vök við að það matur onni í lungun. Einmitt. Þess vegna verið að fylgjast með því. Bara svona. Og það er unni með þetta á Grensási og Landspítalanum. Já, einmitt. Nei, mér finnst þetta sko, mann finnst þetta eitthvað svo surrealist að það sé hægt að vinna við þetta. Og kannski líka, það er náttúrulega miklu meiri kannski möguleikar úti í útlöndum að vinna við þetta. Þú veist, hér er náttúrulega ekki margir staðir sem getur unnið á með fullorðna. Nei. Það er Landspítalinn, Grensás og Reykjólundur. Sem var að segja upp talmeinafræðingum sem var ömurlegt. Já. En svo líka það er fleiri svið að þú veist sem að fólk kannski gerir sér einmitt ekki grein fyrir. Það eru börn og það eru fullorðnir sem að eru með kannski málstól eftir heilablóðfall eða einhver slys. Það er líka náttúrulega börn og fullorðnir sem stama. Það er líka sérhæfing. Já, náttúrulega barnamálin öll samul og svo náttúrulega bara börn með alls konar skerðingar og þroskahamlanir, einhverfa. Þú veist, allt þetta mengi. Og svo er þetta sérhæfa sig bara í veikleikum á munnsvæði. Veikleikur á munnsvæði, það er nú sérstætt áhugamál hjá þér. Mjög mikið. Ég er að reyna að verða betri í því. Já, þú er mjög góð í því. Ég læt þig kíkja á alla mína veiku á munnsvæði af því að ég er ekki nóg örugg sjálf með það oft. Það er þá tunguhaft og hvernig maður beitir tungunni og hvort maður er með ofstóra kirtla. Það er svo margt sem getur haft áhrif og bara börn sem er með mjög slaka vöðvaspennu eða lága vöðvaspennu. Já, einmitt. Það er ótrúlega, það er að gera ótrúlega margt sem talmeinafræðingur. Og svo líka þeir sem er að vinna með rödd geta líka sérhæft sig í að aðstoða fólk sem er að skipta um kyn. Sem þarf annarkvort að hækka röddina eða lækka röddina. Já. Þannig að, já, það er ekki, talmeinafræðingur er ekki bara að RS, eins og maður heyrir oft. Nei. Heldur betur ekki. Alls ekki, sko. Og ég var svona pirruð. Já, talmeinafræðingur, já, það er RS. Og alveg bara, nei. Mér finnst það svona aðeins vera að minnka, sko. Já. Það er svona komin held ég meiri meðutund. Það er komin aðeins meiri meðutund með það. Já. Og svo veist mér líka alltaf svolítið, ég verð alltaf pínu pirruð þegar ég segi ég sé fjartalmeinafræðingur og fólk spyr, já, er það alveg jafn gott að vera auglitis? Já, einmitt. Og það er náttúrulega bara, það er alveg jafn gott, sko. Það er búið að rannsaka þetta alveg sundur og saman. Mikið notað í stórum löndum eins og Bandaríkjunum og Ástralíu. Þetta er algjörlega evidence-based, ég veit nú ekki íslenskt orðið við það. Já, og svona sannreint. Vísindalega sannreint. Já. En
Já, okkur allavega og við náttúrulega erum sérhæðar í fjartalmennafræði og erum alveg góðar í því að því að við gerum það. Við erum mjög góðar í því að við gerum rosalega mikið af því Já. Og viljum kenna öllum sem að vilja spreita sig á því. Ef það einhverju talmennafræðingar hérna úti sem að vilja kynna sér hvernig fjarþjálfun virkar, þá verum við báðnar og búnar að kenna allt sem við vitum það mál. Já, en hvað finnst þér svona skemmtilegast að fást við? Þú ert náttúrulega að tala veikleika á munnsvæði, þannig að þú ert sjúk í það. Já, ég er svo ofboðslega upptekin af því akkurat núna. Mér finnst það alveg bara alltaf þegar ég fæ einhverjar fyrirspurnir börn sem að get ekki sagt einhver hljóð, sérstaklega þau eru orðin ákveði gömul, kannski komin yfir 7-8 ára og það er kannski eina hljóði sem vantar, þá veit ég alltaf strax þannig eru örugglega með tunguhaft eða ofstóra kirtla og þá vil ég hitta barnið og það er ótrúlega gaman að einhvern veginn þegar maður er farin að þekkja einhvern veginn einkennin án þess að vera næstu búin að hitta barnið og geta svo vísa til hálsnaveirnalæknis sem að metur þá hvort að barnið með ofstóra kirtla eða tunguhaft eða hvað sem það er og fá svo barnið aftur og kannski búið að íhluta og svo bara útskrifa barnið nokkrum mánuðum seinna. Það er alltaf geggjað, það geggjaði ferill. Það er svo ótrúlega gefandi og ég einhvern veginn hugsa alltaf ef ég heyri af einhverjum börnum sem eru búin að vera einhverju R-þjálfun í mörg ár, það bara meikar ekki sens. Nei. Ef það er ekki einhver árangur bara í fyrstu 2 tímum nema að sé náttúrulega eftir þá að búið íhluta eða bara stundum eru þau ótrúlega móttækilega og geta alveg lært og þannig að það er kannski ekkert að trufla þau en það er bara svo ótrúlega mikilvægt að það er svo lítið hvetjandi fyrir börn að vera að æfa eitthvað sem þau finna að vera ekki betri. Já, mitt. Það getur náttúrulega gengið frá þeim. Ég hef hitt fullari fólk sem var bara eitthvað, ég er bara traumatæst eftir að hafa þurft að segja orðið sebrahestur 120 sinnum á dag eða eitthvað. Já. Þú veist, ég hitt einu svona mömmu Já. sem að sagðist að vera í talþjálfun og var bara talaði svona þannig að þá fór ég svona að hugsa, já, ok, maður þarf nú að passa sig aðeins hvað maður er að bjóða upp á. Já, og þú veist, það er líka bara, það gildir í einhvern veginn öllu að fólk þarf að finna því sé að fara fram. Einmitt. Til þess að vilja vera í þjálfun og sérstaklega börn. Þannig að ég veit ekki, það er svona eitthvað sem ég reyna alltaf að hafa að leiðljósi, það má ekki vera ómikla kröfur en það þurfa samt að vera nómikla kröfur og þau ráða við það svo að þau vilji mæta aftur. Þetta er rosalega fín lína að þú veist hvernig þú nærð til barsins, það er náttúrulega með því að hafa gætt skemmtilegt og vera þessa forsendum og lifa þeim svona stundum að ráða svolítið en á saman tíma mitt með að þau ekki taka alla stjórn og þurfa að geta gert eitthvað. Ég held að ég sé ekki nóg ströng þegar ég tala þetta þá finn ég það. Já, maður má heldur ekki vera óstrangur Nei. Ég hef alveg dotti í það einstakar sinnum og þá er maður bara no going back Nei, einmitt. Þá er maður bara búin að missa barnið Já, eða þarf að fara alveg á núll reit aftur einmitt. sem að tekur ótrúlega langan tíma. Mín uppáhaldsmál eru svona late talkers. Það er svona börn sem eru þú veist, þeir eru kannski skilgreind frá 2 ára sem late talkers eða svona sein til máls en auðvitað eru þau kannski orðin 4 ára og eru ennþá bara saka gúgú, segja bara 3 orð eða eitthvað. Þannig að þau eru kannski á aldrinum 2 til 4 ára og eru farin að segja rosalega lítið þá bara kemur Súpermann þá líður mér eins og ég sé Súpermann Einmitt. Af því það er svo mikið hægt að gera fyrir þau og með þeim og foreldrunum og leikskólanum og það bara, maður þarf stundum þetta er eins og ít að taka, það bara fer eitthvað að stað ef að allt er eins og á að vera þetta getur verið eitthvað meira sem að valda því að þetta gengur ekki eins vel en það er svo gaman að ná þessu á flug þú veist, bara finna einhverja framfæri byrja strax og bara þó að sé ekki nema þau eru bara að byrja að tala aðeins meira reyna aðeins meira
það tekur oft ekkert svo langan tíma þegar allir að hjálpa stað, sko. Og það eru svona mín uppáhaldsmál, þú veist, foreldrar sem eru, og ég veit að þér finnst það líka gaman, þú veist, í máli sem við fengið í ráðgjöfun okkar, sem eru þá mál sem að eru ekki að fara að koma í talþjálfun, heldur eru við þá bara að reyna að hitta foreldrarna og segja þeim hvað þau geta gert. Og það eru oft svona mál sem maður getur stigið inn í af fullum krafti og komið hlutunum aðeins af stað. Já, þegar oft þarf fólk bara að fá smá leiðsögn og vita bara hvað á ég að gera. Af því að það þarf oft ótrúlega lítið til að ef að fólk hefur miklar áhyggjur af börnunum sínum, sem er algjörlega eðlilegt, ef þau tala lítið, fólk að áhyggjurna fara ofta að taka yfir. Þau þurfa bara að fá svona smá leiðbendingar, hvar þau að byrja og fá smá sjálfstraust í að þau geti gert mjög margt, þó að barnið sé ekki í talþjálfun. Nákvæmlega, og það verður stundum svona ofurfókus á barnið. Þú veist, hvað er að barninu? Okkur er barnið svona en ekki svona. Þú veist, í staðan fyrir að horfa hans á sig. Þú veist, hvað geti ég gert sem ég er ekki að gera núna? Einmitt. Þú veist, þetta finnst mér svo áverst að pæli og það er eins svona, ég veit ekki hvað þú að segja frá töfra spurningun okkar þegar við erum með ráðgefandi viðtölin. Jú, endilega. Að því maður er að reyna að koma að staði hvað er að gerast á heimilinu og spyrjum við oft hvernig rútínan eftir leikskóla. Þá koma svörin, sko. Að því að maður á ekki að spyrja hvað horfir barnið mikið á sjónvarpið. Nei. Þá segir bara ekkert svo, eða maður færi ekkert alveg svör, sko. Nei. Þegar fólk fer bara undan í flæmingi og ekkert svo mikið og það verður bara svona allt voðalóðið. En þá einhvern veginn þessi spurning hvað gerist eftir leikskóla, þá heyrum maður, sko, ef að börnin eru til dæmis að horfa á mikið eða að það sé allt rosalega erfitt eftir leikskóla. Já, akkurat. Þannig að þetta er rosalega, að því það er svo fáar klukkustundir á dag sem að foreldrar eru með börnunum sínum. Nefnilega. Allavega virkum dögum og það þarf að vanda rosalega vel og sérstaklega ef börn þurfa auka örvun sem eru þessi börn sem það sem foreldrar koma til okkar og vilja fá ráðgjöf. Já, mitt. Og það er líka mjög mikilvægt upp á tengsl sem að þú elskar að tala um. Ég elskar að tala um og ég þarf samt að fræða mig aðeins meira um þetta, sko, en mér finnst bara að það er svo erfitt að mynda tengsl án tungumáls. Þú veist, auðvitað höfum við ákveðna leiðir, þú veist, við snerta húðinn og augsamband og málrómurinn. Þú veist, ef við mynda tengsl við lítil börn. En sko, tungumálið er náttúrulega undir staðan, sko. Þannig að þegar barnið er seint til máls eða talar ekki, þá getur það haft svo mikil áhrif á tengslin við foreldrana. Og þetta getur verið erfið tengsl og foreldrar verða svona, þú veist, pirraðir, bara okkur er þetta ekki að ganga, þú veist, okkur ég skil ekki hvað hann er að meina eða þú veist, þau skil ekki hvað ég er að meina. Já, fara að hafa ágjur af því að barnið sér seint til máls og það verður einhvern veginn ennþá meiri pirringur. Einmitt. Það verður svona snjóbolta áhrif. Já, getur orðið það, sko. Og komin svona streita í samskiptin þannig að sem eru engin af því að barnið talar ekki eða lítið. Einmitt. Og þú veist, þú ert með væntingarnar að þú veist, eiga skemmtilega stundir með barninu og þið spjalli saman og barnið segir eitthvað krútlegt og bara lærir að tala, menn maður er alltaf að pæla í því, þetta bara gerist. Það er alltaf eins og á að vera eða þannig. En svo ertu allt í einu í þessum sporum að það er bara engin endurtekning og einhvern veginn engin eins og áhugi og bara barnið verður líka pirrað og ef það er að reyna að segja eitthvað og það skilst ekki og þannig að þú veist, ég er svona verið að setja þetta í eitthvað samhengi og reyna, þú veist, að leiðbeina foreldrum með að halda svona góðum tengslum þó að samskiptin séu svona erfið. Einmitt. Þú veist, af því að það er svo auðvelt að verða bara, þú veist, okkur er hann ekki að tala, okkur er hann ekki að tala, er hann ekki að herma og segja. Þú veist. Og það er einmitt, þá segir líka alltaf við foreldra að það er svo mikilvægt að gefa sér tíma beint eftir leikskóla í einhverju róliheitum þó það sé ekki nema 10 mínútur. Nei, einmitt. Í staðin fyrir að koma bara heim og bara fara strax að taka til og elda og kveikja sjónvarpinu. Einmitt, sem að er mjög freistandi. Já, en þá er svo ótrúlega gott að gefa sér smá tíma, þú veist, bara að veita barninu athygli.
þú þarft ekki að fara og tala við það endilega, heldur bara kannski fylgjast með því hvað að gera eða bara verið í róliheitu með því eða bjóðast til að lesa bók. Það þarf ekkit endilega bara að lesa bók fyrir svefnin. Oft eru börn ekkit vel upp lögð rétt fyrir svefnin. Oft miklu betra að lesa bók bara þegar búið að fara sér að borða til leikskólan og fara svo að lesa bók. Þegar maður er búin að gefa börnunum svona óskipta athygli bara í 10 mínútur, þá fara þau oft bara að leika sér sjálf. Og það þarf ekkit að hafa ofana fyrir þeim með því að kveikja sjónvarp eða iPad. Akkurat. Þetta svo, við höfum bara séð þetta báðar. Já, og ég sé þetta með mín börn, ég er ekki að segja ég sé eitthvað fullkomið mamma, en það er bara allt miklu betra heima hjá mér þegar ekki kveikt á sjónvarpinu á virkum dögum. Og maður verður líka að passa upp á eigin skjátíma, við erum ekki bara sjálfur í símanum, þegar þá verða börnin nú alveg ær, skiljanlega, af því að þau vilja náttúrulega þessi tengsl, þau vilja augnsamband, þau vilja að við séum að fylgjast með þeim, og ef við erum sjálf bara í símanum, þá getur mjög fljótt allt farið einhvern veginn á hliðina. Já, við þurfum að vanda okkur svo rosalega hvernig við búum til tengsl og við höldum þeim. Af því að tengsl eru sko bara ein af undirstöðum velferðar og bara svona geðheilbrigðis og fullorðins árum. Það er búið að sýna fram á það ef að tengsl eru rofin eða erfið eða kemur eitthvað upp á, öll þessi áföll sem að börn geta lent í sem hafa áhrif á tengsl, hvað sem það getur verið skilnaður eða fara í fóstur, ég er mikið áhuga á því, fósturbörnum, eða eitthvað veldur því að það verða einhver tengslarof, að þá hefur það bara áhrif bara á þín fullorðins árum, sko. Besta forvörn bara er góð tengsl. Já. Og fyrir öllu, fyrir fíkn, fyrir bara öllum erfileikum sem geta komið upp á fullorðins árum og úlingsárum. Þannig að við höfum nú örugglega sér þátt tengsl. Við munum hafa sér þátt tengsl, ekki spurning. Og við erum alveg búin að fara yfir slatta. Já, víðan völl. Við erum að fara víðan völl og við erum svolítið svona spenntar fyrir framhaldinu. Mjög. Ég held að við látum þetta verða kannski loka orðin í þessum fyrsta þætti okkar af podcastinu Tröppum. Já, bara takk fyrir að hlusta á Tröppur. Og sjáumst seinna.